Kæru kandidatar, starfsfólk Háskólans á Akureyri, aðrir gestir, gleðilega hátíð. Skúli Bragi Geirdal heiti ég og ég ætla að leiða ykkur í gegnum þessa athöfn hér í dag. Háskólinn á Akureyri hefur alltaf verið mér sem annað heimili og ég veit að það er óttalega klísukennt að tala á þennan hátt en í mínu tilfelli er það dagsatt. Mamma er búin að kenna hérna síðan ég man eftir mér þannig að hérna mætti ég alltaf eftir æfingar, eftir skóla, hlustaði á langa fundi og fylgdist með í tímum því að það voru engin snjallsímar og fundastjórn var heldur ekki eitthvað sem var búið að finna upp á þeim tíma. Á mínu heimili kom aldrei annað til greina en að fara í Háskólann á Akureyri. Hér hóf ég minn starfsferil sem gullfiskatemjari og já, þið heyrðu rétt, gullfiskatemjari. Það var Kristín Guðmundsdóttir sem var að kenna áfanga í sálfræðinni í virkri skilyrðingu. Háskólinn átti hér gullfiskabúr og við vorum að temja fiska. Og ef rektor eru að hlusta þá kalla ég eftir því að þessi áfangi verður aftur settur á dagskrá hér. En það leiði mín yfir í sálfræðideildina, þar sem ég hóf nám. Ég var fenginn til þess að kynna námið á háskóladeginum. Stóð mig alveg ágætlega en betur stóð sér reyndar einstaklingurinn í fjölmiðlafræðinni sem stóð við hliðina á mér. Því eftir daginn hafði hann verið það sannfærandi að ég skipti nám og útskrifast síðan úr fjölmiðlafræðinni og til þín hver sem þú ert, takk fyrir kærlega. En eftir útskrift hef ég hér starfað seinustu ár sem kennari í ljósakamiðlun í fjölmiðlafræði deildinni. Þannig að það hefur í rauninni verið þannig að alveg sama hvert leiðin hefur legið eftir útskrift í Háskólanum á Akureyri, þá hef ég hingað geta sótt í heimahöfn, í opinn faðm, í samfélag. Hingað hef ég alltaf geta komið aftur og ég vona að Háskólinn á Akureyri verði sá staður líka fyrir ykkur eftir útskrift. En það er með sönn ánægja að bjóða ykkur hér velkomin á brautskráningu kandidata félagsvísindadeildar og sálfræðideildar 2026, mínar deildir. Kæru kandidatar, ég man mjög vel eftir því að hafa verið í ykkar sporum. Stoltur af afrekinu en líka fullur tillökkunar fyrir því sem er framundan. En það er líka og getur verið ógnvekjandi að það sé einhverjar breytingar. Núna er eitthvað annað sem tekur við. En á slíkum kaflaskilum er gott að muna að það er og var og verður alltaf gott að vera háæðingur. Það er mjög viðeigandi þessi athöfn hér inn í sal Háskólans á Akureyri. Hér eigið þið öll ykkar sögu og minningar. Einhverjum finnst þið sjálfsagt hafa verið nýnemar í gær og engar áhyggjur, okkur líður alltaf öllum þannig. En kannski munið þið frekar eftir prófunum, það getur vel verið. Kannski munið þið frekar eftir sprellmótunum eða árshátíðinni. Einhverjir fluttu til Akureyrar til að stunda nám hér. Einhverjir mættu samviskusamlega í lotur. Kannski mættu einhverjir bara fyrir félagslífið og það er líka bara allt í lagi. En alveg sama hver sagan okkar er, hvert ferðalagi var, þá megið vera stolt af því að vera komin á þennan stað hér í dag. Þetta er dagurinn ykkar. En það er loksins komið að því. Ég vil biðja ykkur að slökkva á öllum farsímum. Þetta er 4. athöfnin okkar og það hefur engin dágur leiðindum hingað til. Þetta verður allt í lagi. Við erum með fagmenn hérna í hverju horni sem sjá myndatökur. Þeir eru miklu betri í að taka myndir en við og þessar myndir verða aðgengilegar eftir athöfn ykkur af gjaldfrjálsu. En síðan eru líka myndaboks hérna á svæðinu og líka á efri hæðinni sem ég hvet ykkur til að nota. Dagskrá hátíðarinnar hefst á því að Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor Háskólans á Akureyri, flytur hér ávarp. En fyrst mun hún ganga í salinn ásamt Tom Barry, forseta hug- og félagsvísindasviðs, Silvíu Brím Friðjónsdóttur, heiðursgesti háskólahátíðar, Sigurði Kristinssyni, deildarforseta félagsvísindadeildar, Richard Tatjenen, deildarforseta sálfræðideildar og Guðmundi Ásgeirssyni, aðstoðar yfirlögregluþjóni. Þannig að núna vil ég biðja ykkur að rísa úr sætum.
Góðan daginn og gjörðu svo vel að setjast. Kæru kandidatar, aðstandendur, Silvía Brím Friðjónsdóttir, heiðursgestur Háskólahátíðar 2026, kennarar, samstarfsfólk og góðvinir háskólans. Verið velkomin að Háskólahátíð Háskólans á Akureyri 2026. Í dag gleði dagur, það ekki rétt? Þið eru mjög alvarlega hérna í Það allt í lagi að brosa og hlæja. Við fögnum árangri ykkar sem hefur kostað mikla vinnu og þrautseigju og nú hafið þið náð þeim áfanga að ljúka háskólanámi. Skiptir engu hvort að þetta sé ykkar fyrsta skref í háskóla eða það síðasta, allavega í bili. Fyrir hönd Háskólans á Akureyri óska ég ykkur og aðstandendum ykkar hjartanlega til hamingju með brautskráningunna. Við fögnum þessum áfanga á tímum óvissu og óöryggi. Stríðsátök víða heim hafa áhrif á langt út fyrir landamæri þeirra ríkja sem í hlut eiga. Hækkandi orkuverð, efnahagsleg óvissa og síbreytilegt alþjóðlegt umhverfi hafa áhrif einnig hér á Íslandi. Á sama tíma stendur íslenskt samfélag frammi fyrir stórum ákvörðunum framtíðina og hvernig við viljum byggja upp landið okkar á komandi árum. Og inn í þetta fléttast sú staðreynd að við búum með þessari litlu, fjarlægu og dreifbýli eyju þar sem náttúran minnir oft óþægilega á mátt sinn, hvort sem að það eru eldsumbrot, jarðhræringar eða aflabrestur. Það ekki ástæðulaust að motto okkar þetta reddast. Þó að óvissan sé oft óþægileg, þá skulum við ekki gleyma að aukin menntun og þekking eykur skilning okkar á henni. Við skiljum einfaldlega betur flækjustig samfélagsins hér á Íslandi og víðar þegar við kunnum meira. Hlutverk háskóla ekki að útrýma óvissun úr líf ykkar, heldur kenna fólki að takast á við hana. Með þekkingu, gagnrýnu hugsun og reynslu öðlumst við sjálfstraust til að taka upplýstar ákvarðanir, jafnvel þar sem enn ríkir óvissa. Þegar tekist á málefni dagsins auðvelt að hrífast með afdráttarlausum skoðunum og sterkri sannfæringu annarra. Í hita leiksins getur líka verið freistandi að draga skýra línur á milli okkar og hinna. Mála andstæðinga í dekkri litum en þeir eiga oft skilið. Við gleymum því þannig oft því sem sameinar okkur, sem að áður en við erum stúdentar, þjóðfélagsþegnar, kjósendur, sérfræðingar eða stjórnendur, þá erum við öll manneskjur. Að vera manneskja felur í sér að takast á við óvissu, gera mistök, skiptum skoðun stundum og auðvitað vonumst við til að læra af reynslunni. Sem manneskjur þurfum við líka að temja okkur að sýna öðrum virðingu og mildi, sérstaklega þegar við stöndum frammi fyrir því að aðrir hafa klúðrað málunum fyrir okkur og við þurfum að leysa þau. Það von mín að háskólanám ykkar hafi ekki aðeins aukið þekkingu, heldur einnig dýpkað skilningin á mannlegu eðli. Ég vona að þið kunnið nú að greina kjarnan frá hisminu og geti metið staðreyndir og fullyrðingar á upplýstan hátt. Þessi kunnátta hjálpar þegar þið þurfið að takast á við vafaatriði og óvissu að festu yfirvegun og heilindum. Þekkingin sjálf mikilvæg en hún ekki alltaf nóg. Háskólanám snýst ekki aðeins að læra námsefnið, heldur leið að tileinka sér þær aðferðir námsleiða sem þið völduð. Þið hafið lært að greina gögn, meta heimildir, leysa verkefni, taka faglegar ákvarðanir og klára það sem þið byrjuðuð á. Þess vegna eru þið hér í dag. Þið hafið öðlast verkfæri til að skilja heiminn og getið nota þau til að hafa áhrif á hann. Það skiptir í raun engu máli úr hvaða námsleið þið eru að útskrifast. Stúdentar Háskólans á Akureyri hafa lært fjölbreyttar aðferðir. Sum okkar hafa lært að hlúa að sjúklingum og veita viðeigandi meðferð. Önnur hafa lært hvernig tryggja skuli öryggi við störf lögreglu. Önnur hafa tileinkað sér nýjustu kennsluaðferðir. En öll leiðir sameiginlegt að hafa lært rannsóknaraðferðir, skrif akademískra ritgerða, mjög skemmtilegt eins og ykkur finnst það kannski, miðla kunnáttu ykkar og upplýsingum almennt. Nú þegar þið eru orðin brautskráðir háæingar, mun atvinnulífið yfirleitt ekkert hafa mikinn áhuga nákvæmlega á þessum aðferðum og hvernig þið komust að niðurstöðu. Það einfaldlega ætlast til þess að þið kunnið til verka. Að þið geti beitt þekkingu ykkar og skilað árangri og þar felst hinn raunverulega prófraun menntunar.
Það er þó eitt sem ég vona að þið haldið fast í eftir brautskráningu og það er forvitnin. Heimurinn breytist hratt og það sem hefur dugað hingað til nægir ekki endilega á morgun. Haldið því áfram að lesa, tala við fólk, hlusta, læra, spyrja spurninga og leita nýrrar þekkingar. Menntun lýkur aldrei við brautskráningu, hún heldur áfram alla ævi. Til að ná árangri í lífinu þarf líka hæfni, vinnusemi og ákveðið úthald. En það skiptir stundum líka máli að vera á réttum stað á réttum tíma. Hitta fólk sem trúir á mann og hæfileika manns, fá tækifæri og nýta þau sér til framdráttar. Þegar þið horfið tilbaka munu þið eflaust sjá að eitthvað slíkt hefur haft áhrif á það að þið eru hér í dag. Og þetta hefur hjálpað ykkur til að vera brautskráður hávæðingar. Það er undir ykkur komið hvernig þið bregðist við þeim tækifærum sem ykkur bjóðast. Metið tækifærum sem að verða á vegi ykkar og hafið hugrekki til að grípa þau sem skipta máli. En það er líka allt í lagi að hugsa tækifæri sem þið fáið og stundum er bara allt í lagi að segja nei. Það er ekki öll tækifæri góð. Og þegar vel gengur, munið að sína auðmýkt og samkennd, því að fólkið í kringum ykkur er sjaldnast síður hæfileikaríkt en þið. Það hefur stundum einfaldlega ekki fengið sömu tækifæri. Kæru gestir, í ár spannar háskólahátíðin 2 daga og erum við með 4 athafnir. Þetta er svo 4. og síðasta. Ekki sísta, bara svo þessi haft í heiðri hérna. Lengst af hefur svo hefð verið við lýði að bjóða einum heiðursgesti til hátíðarinnar. Eftir að heiðursgestur síðasta árs fluttu sömu ræðuna 3 svar, þá fannst okkur eiginlega ekki sanngjarnt að biðja einn einstakling að vera með okkur í 2 daga og flytja sömu ræðuna 4 sinnum. Það er bara mitt hlutverk. Því í ár 2 heiðursgestir hvor sinn daginn. Í gær héldum við brautskráningu, heilbrigðis, viðskipta og raunvísindasviðs og í dag erum við að klára hug- og félagsvísindasvið. En við ákváðum að breyta fleiru. Brautskráðir stúdentar Háskólans á Akureyri hafa víða látið að sig kveða í samfélaginu. Okkur þótti því við hæfi að bjóða 2 fyrrverandi stúdentum aftur heim í háskólan sinn til að deila reynslu sinni og hvetja ykkur til dáða á þessum tímamótum. Ég er mjög þakklát Silvíu Brím Friðjónsdóttur, frumkvöðli, og Baldvini Má Hermannsinni sem var með okkur í gær, sem er forstjóri Atlanta flugfélagsins, fyrir að hafa tekið svona rosalega vel í það og komingað aftur og tala og svona halda stutta ræðu. Í dag brautskrást 639 kandidatar og er það met hjá okkur. Þessi tala er til dæmis 7,8% hærri en á síðasta ári. Það er mikilvægt að hafa nákvæmnina hér. Einnig brautskráðum við 6 kandidata frá Háskólasetri Vestfjarða í athöfn sem haldin var á Hrafnseyri þann 17. júní. Í þessari síðustu athöfn háskólahátíðar brautskrást 100 úr félagsvísindadeild og einnig erum við að brautskrá meðal þeirra eru 72 lögreglumenn, eins og það er eiginlega ekki hægt að komast hjá öðru en að taka eftir ykkur í dag. Og í þessari athöfn og eftir það fá þau í fyrsta skipti lögreglunúmerinn sinn og skiptast og fara í gegnum hatta athöfn sem ég vissi ekki alveg hvernig ég átti að lýsa hér með öllum hinnum. Einnig brautskrást 47 úr sálfræðideild og 2 frá Háskólasetri Vestfjarða. Háskólinn á Akureyri stækkar með hverju árinu og við erum mjög þakklátt fyrir það. Þrátt fyrir þann árangur sem háskólinn hefur náð undanfarin ár er gott að muna að íslenskum háskólum er almennt frekar þröngur stakkur settur fjárhagslega og þurfum við ofta að taka erfiðar ákvarðanir sem hafa áhrif stundum á námsúrval og þjónustu við nemendur. Þrátt fyrir þetta er mikill metnaður, samhugur og áræðinni á meðal starfsfólks skólans og fyrir það er ég alltaf þakklát. Kæru kandidatar, þið eru nú hluti af þeim hópi sem ber nafn Háskólans á Akureyri út í samfélagið. Ég vona að þið gerið það með stolti. Við erum allavega mjög stolt af ykkur. Fyrir hönd kennara og starfsfólks háskólans óska ykkur innrættir hamingjum áfangan, megið þið nýta þekkingu ykkar af ábyrgð, halda áfram að læra og sýna samkennd í öllu því sem þið takið ykkur fyrir verkum. Grípið endilega þau tækifæri sem framtíðin býður upp á til hamingju og gangi ykkur vel. Jæja, þá er loksins komið að þessu. Brautskráning kandidata er næst á dagskrá.
og ég veit að þið öll skili stórt og mikið klapp fyrir ykkar árangur, en ég vil biðja ykkur að klappa aðeins í lok hvorrar deildar og þá tökum við bara vel á því. En það að sjálfsögðu þannig að við gerum undantekningu fyrir þau sem hljóta viðurkenningar. En Tom Barry, forseti hug- og félagsvísinda sviðs, brautskráir kandidata, honum til aðstoðar eru deildarforsetar. Góðan daginn. Af verkefnum mínum í starfi á síðustu liðu árum hefur þátttaka þessum merkastöðum verið hvað mest gefandi og ánægjulegasta hluti starfsins. Það alltaf rosalega gaman til að sjá svipafólkið hér. Í dag brautskráum við 353 kandidata af hug- og félagsvísinda sviði með 359 prófskírteini. En í svipbröðum kandidata má sjá mikla spenna og stolt yfir því afreki að komast yfir markið. Jafnframt má sjá von framtíðina og þá möguleika sem nýmenntun býður upp á. Og þarna liggur einmitt gildi háskólanáms möguleiki til breytinga. Menntun eins konar verkfæri til að halda áfram í lífinu, finna sér starfsframa og starf sem byggð á styrkleiknum og ástríðu hvers og eins á því sviði sem viðkomandi vil blómstra í. Þetta það sem gerir ykkur kæru kandidatar verðmæt fyrir samfélagið, framtíð vinnuveitendur og ekki síst og ykkur sjálf. Så ég fæddur og uppalinn á Írlandi og á þeim 25 ár líðan sem frá sem því að ég flutt til Íslands hef ég orðið var við ýmsar breytingar bæði á samfélaginu og umhverfinu til að mynda loftslagsbreytingar og áskoranir sem þeim fylgja. Eitt getum við verið viss í lífinu að það breytingar mun verða. Og til þess að mæti þeim hvort sem á einstaklings- eða samfélagsvísu verðum við að vera opin og móttækilegt fyrir nýjum hugmyndum og sjónarmiðum. Í þessi samhengi vil ég vitna í orð samlanda míns, írska Nóbelsskáldsins George Bernard Shaw, en hann sagði framfarir ógerlegar án breytingar og þeir sem get ekki skipta skoðun get ekki breyta neinu. En ég held þessi orð hafa mikið að gera með samfélagið í dag. Í námi ykkur hafa þið fengið grunn til að spyrja gagnrýna spurningar, velta fyrir ykkur hverjir hlutirnir eins og þeir hvernig hægt að stuðla breytingar og hvað kemur í veg fyrir breytingar. Háskólanám hafa því fært ykkur mikilvægi færni til að takast á við áskoranir framtíðinnar, en ég hvet ykkur til að vera stolt af því sem þið hafið áorkað hér í dag og þessi síðasta ár við HA. Jafnframt að þessi fullvís sú þekking og færni sem þið hafa óðast hér við HA mun nýtast ykkur til góðs í lífi og starfi. En ég óska ykkur innilega til hamingju með þessi afreki í dag. Til hamingju. En nú kemur stóra áskorun fyrir mig til að lesa 160 nafni. Så nu verður brautskráarkandidat með BS-próf í sálfræði, en mér langar að biðja Richard að koma upp á sviðinu til að aðstoða mér. En ef ég tekast ekki til að bera fram nafnið rétt, endilega koma að skamma mér á aftur. Anna Maria Bergþórsdóttir, Anna Katrín Harðardóttir, Anna Þórhildur Kristmundsdóttir, Ásta Kristín Jónsdóttir, Ásta Brynja Örnudóttir, Ásthildur Ósk Eyþórsdóttir, Ásthildur Eva Holmersdóttir Olsen, Bjarni Sara Höskuldsdóttir, Dagur Gautason, Ellen Hrund Ólafsdóttir, Gerður Kolbrá Unnarsdóttir,
Guðni Helga Jónsson. Harpa Ólafsdóttir. Heiðrún Arnheiður Gunnardóttir. Henny Birgitte Kristjánsdóttir. Hildur Ósk Hansdóttir Kristensen. Hildur Haraldsdóttir. Hildur hefur sýnt afburðar árangur í námi til BS Prófs og með hæsta meðalengan brautskráð baklæranema við sálfræðideild og fyrir þess glæsilega frammistöðu hlýtur hún viðurkenning sálfræðideildar. Hún er ekki bara klár þar, hún er einig með hæsta meðalengan grunnnema á sviðinu öllu og hlýtur fyrir það viðurkenning frá KEA. Til hamingju með það. Hulda Björk Ólafsdóttir, Huldís Marín Gunnarsdóttir, Íris Ann Sigurðardóttir, Ísak Óli Ólafsson, Karen Cecilia Sumarliðadóttir, Larissa Petronella Rocca, Laura Ásgeirsdóttir, Lilja Íse Friðbertsdóttir, Lilja Karen Kristoffersdóttir, Marín Magnúsdóttir, Melissa Welbes, Moberg Årdal Åra, Nana Björk Elversdóttir, Ólaf Helga Adolfsdóttir, Ólaf Steinan Sigurðardóttir, Rakel Ír Þórisdóttir, Samuel Þór Traustason, Sara Hlín Hinriksdóttir, Solveig Unnur Ragnarsdóttir, Sunna Lind Lofdal, Sunna Björg Steingrímsdóttir, Svala Mary Sigurvínsdóttir, Svanhildur Skarphéðinsdóttir. Það ekki bara konur sem sálfræði. Svava Hrund Friðriksdóttir, Tinna Björk Gunnarsdóttir, Ylva Jónsdóttir, Þorbjörg Erna Theresedóttir, Þórunn Edda Þorbergsdóttir Arnheiðardóttir, Osp Gunnarsdóttir. Ein kandidat brautskráðs með MS-prófi sálfræði, Rosalia Juliana Hallamay, hún ekki verið hér í dag, en þá brautskráning frá sálfræði lokið og takk innlega til hamingju. Nú verður koma brautskráning frá félagsvísindadeild. Mig langar að biðja deildarforseti Sigga til að koma upp og segja. Fólk mjög alvarlegt á svip. Allir kvisla og ég sagði morgun það eins að vera í katholska, það eins að vera í kirkja. So first verða brautskráðir kandidatar með BA-prófi félagsvísindum, Ásdís Theodóra Jónsdóttir, Dagný Lilja Jónsdóttir, Helga Guðrún Gunnarsdóttir,
Karen Mist Brynjarsdóttir. Karl Halldór Winther Reynisson. Karla Anna Karlsdóttir. Katrín Agnes Ellertsdóttir. Lea Dögg Helgadóttir. Ragnhildur Sól Guðmundsdóttir. Ruth Kjærnested Jóhannsdóttir. Sigurður Friðrik Gunnarsson og Solveig Ása Arnarsdóttir. En nú verða brautskráðakandidatar með BA-próf í fjölmiðlafræði. Andri Broddason, Ágúst Herner Konradsson, Svein Brímar Jónsson, en nú verða brautskráðakandidatar með BA-próf í lögreglu og löggæslufræði. Alexander Christian Karlsson, en Alexander Christian hlýtur viðurkenning frá ríkislögreglustjóra fyrir góðan námsárangur í lögreglu og löggæslufræði. Til hamingju. Brynjar Jónsson. Guðmundur Sigurvín Bjarnason. Guðrún Hildur Hauksdóttir. Haukur Borg Þórisson. Helga Dís Brynjólfsdóttir og Ólafur Már Sigurðsson. En nú verða brautskráðakandidatar með BA-próf í nútímafræði. Hafiz Muhammad Umair Arif. Kabar Muhammad Abdullahi. Karl Ingvar Eilsson og Robert Heyburn Mili. En Robert hefur sýnt afburðaárangur í námi til BA-prófs og með hæstu meðaleinkunn brautskráðan bakkalárnema í félagsbísindadeild. En fyrir þess glæsilega frammistöðu hlýtur hann viðurkenning félagsbísindadeildar. Ein kandidat brautskráðast úr rannsóknartengda meistarnámi í félagsvísindum, en það Arman Örn Sigursteinsson. Alltaf gott að sjá rannsóknartengdu fólk. Einnig brautskráðast ein kandidat með MA-gráðu í fjölmiðla og bókskiptafræði. Hún hafði ekki tók að vera með okkur í dag, en það Sif Embla Hreinsdóttir. Tvær kandidatar brautskráðast úr sjávarbyggðafræði og fengu afhent skírteini sín við hátíðlega áhöfn á Hrafnseyri þann 17. júní, en það Brianna Mari Kunnlif og Martina Aymanod. En mér sýnist ég hef glemt þitt nafn. Afsakið, það Zishan Ghani. My apologies, Zishan. Takk Siggi. Nú verða brautskráðakandidatar með diplóma í lögreglufræði fyrir verðandi lögreglumenn og langar mig að biðja Guðmund Ásgeirsson, my God, that's a word you can... Ástóður yfir lögregluþjón. Gerðu svo vel. Det er sånne ord jeg alveg bara datt yfir. And Guðmundur mun afhenda kandidatum sem lögreglunúmerið sín. So, Andrea Guðrún Guðnóðardóttir, lögreglumaður 2653 númerið, en Andrea Guðrún hlýtur viðurkenning frá Landssambands í lögreglumann fyrir góðan námsárangur.
Til hamingju. Andri Þór Agnarsson, 2646. Anna Laura Vignisdóttir, lögreglumaður, 2666. 666. Áberandi númer. Ari Bergmann Ægisson, lögreglumaður, 2651. Arnór Eli Guðjónsson, lögreglumaður, 2607. Ágúst Óli Ólafsson, lögreglumaður, 2671. Arni Guðnarsson, lögreglumaður, 2627. Ása Berglind Proppi Steinarsdóttir, lögreglumaður, 2613. Bergljót Ásta Pétursdóttir, lögreglumaður, 2614. Bergvin Jóhannesson, lögreglumaður, 2616. Birna Björk Benediktsdóttir, lögreglumaður, 2668. Birta Kjærnested Jóhannsdóttir, lögreglumaður, 2607. Bjarki Eyþórsson, lögreglumaður, 2642. Bjarki Lillendal, lögreglumaður, 2610. Bjarki Hrafn Ólafsson, lögreglumaður, 2662. Björn Gabriel Björnsson, lögreglumaður, 2609. Brynhildur Gíga Ingvarsdóttir, lögreglumaður, 2665. Davíð Ásgeirsson, lögreglumaður, 2628. Egil Gauti Atlason, lögreglumaður, 2647. Einar Björn Heimisson, lögreglumaður, 2660. Fannarsdóttir, lögreglumaður, 2656. Ella María Georgsdóttir, lögreglumaður, 2664. Men þeir eru að leita, ég skulle vinna, glemdi ekki annan en þetta sér. Erla Björg Þórhallsdóttir, lögreglumaður, 2605. Eva María Jónsdóttir, lögreglumaður, 2630. Eyþór Björn Arnarsson, lögreglumaður, 2608. Greta Júlia Eyþórsdóttir, lögreglumaður, 2661. Guðrún Hildur Hægsdóttir, lögreglumaður, 2601. En Guðrún Hildur einnig að ljúka BA-prófi lögreglu og gæslafræði og fær því af henn 2 skiptinni. Til hamingju. Hafdís Björk Hrafnkels Línsdóttir, lögreglumaður, 2604. En Hafdís hlýtur viðurkenna lögreglunemi ársins 2026. Þessi viðurkenning
Weten minningarsjóðs Eriks Arnars Jónssonar, lagreglements nummer 2409, som lest langt fyrir aldur fram að februar 24. En hann var nefndi í lagreglufræði og átti að brautskræðast þá sumrið. Hafdís Björg fær viðurkenning þar sem hún hefur sýnt af sér leiðtoga hæfileika, fagmennska og drifkraft í þeim verkefnum sem henni frú eru falin og þess vegna einstaklega góður liðsauki við lagregluna. Til hamingju. Hallgerður Freyja Þorvaldsdóttir, lagreglamaður 2636. Hassan Elias Labiad, lagreglamaður 2655. Heiðdís Ninna Skúladóttir, lagreglamaður 2624. Helga Elín Herleifsdóttir, lagreglamaður 2634. Helgi Freyja Gunnarsson, lagreglamaður 2658. Hjalmar Aron Nílsson, lagreglamaður 2603. Hljóðver Jóhannesson, lagreglamaður 2623. Hrafnhildur Arnardóttir, lagreglamaður 2602. Ilmur Líf Kristjánsdóttir Simpson, lagreglamaður 2611. Ingi Gunnar Krisbergsson, lagreglamaður 2615. Isabella Anna Hubertsdóttir, lagreglamaður 2645. Ísak Eli Íversson, lagreglamaður 2621. Jón Hugi Ríkhardsson, lagreglamaður 2669. Julius Aron Larsson, lagreglamaður 2620. Katrín Guðmundsdóttir, lagreglamaður 2631. Kristoffer Daði Davidsson, lagreglamaður 2657. Kristoffer Þór Sminki, lagreglamaður 2619. Kristrún Ríke Ólafsdóttir, lagreglamaður 2672. Kristoff Dúða, lagreglamaður 2612. Magnea Guðný Stefánsdóttir, lagreglamaður 2633. Við erum halvnatt núna. Magnús Ólafur Axelsson, lagreglamaður 2635. Margrét Mýra Þórhallsdóttir, lagreglamaður 2638. Gósi Jóhanna Eze, lagreglamaður 2639. Óðinn Freyr Óðinsson, lagreglamaður 2652. Peter Ragnar Antonsson, lagreglamaður 2654. Rebecca Rose Beinteins Guðnadóttir, lagreglamaður 2659.
Robert Mar Jónsson, lögreglumaður 2649. Robert Loy Ottersen Christensen, lögreglumaður 2617. Sandra Dís Jóhannesdóttir, lögreglumaður 2618. Sara Lind Reynisdóttir, lögreglumaður 2622. Sigurður Bjarni Adnegard, lögreglumaður 2625. Stein Vignir Kristjánsson, lögreglumaður 2667. Sunna Brá Valsdóttir, lögreglumaður 2643. Sunneva Lind Ármannsdóttir, lögreglumaður 2632. Svanhildur Valdemarsdóttir, lögreglumaður 2663. Svankvít Ósk Snorradóttir, lögreglumaður 2644. Sölvi Snorrason, lögreglumaður 2648. Thelma Rún Guðjónsdóttir, lögreglumaður 2629. Vigdís María Geirsdóttir, lögreglumaður 2626. Þorbjörg Birta Jónsdóttir, lögreglumaður 2650. Þormur Elvarsson, lögreglumaður 2670. Þórir Guðjónsson, lögreglumaður 2641. Þórir Geir Guðmundsson, lögreglumaður 2640. Og Þrostur Ægir Þorsteinsson, lögreglumaður 2637. Þá brauðskræning við Felixvísnadeild og svíðuna öllu lokið og til hamingju með afrek. Jæja, vá, hvernig líður ykkur? Léttir. Núna er mjög viðeigandi að við fáum að heyra í ykkur, kandidatar, og það er hann Bergvin Jóhannsson, kandidat í lögreglufræði, sem ætlar að flytja ávarp fyrir hönd kandidata. Gjörðu svo vel, Bergvin. Kæru kandidatar, rektor Áslaug Ásgeirsdóttir, heiðursgestur, kennarar, starfsfólk og aðrir gestir. Það er mér mikill heiður að standa hér á þessum tímamótum og fá að segja nokkur orð fyrir hönd útskriftarnema. Við komum hingað úr ólíkum áttum, hvaðanæva af landinu og erlendis frá með mjög mismunandi markmið. Ólíkan bakgrunn, alls konar reynslu úr atvinnulífinu og fjölskyldulífinu sjálfu. En við eigum það öll sameiginlegt að í dag fögnum þessum dýrmæta stóra áfanga að vera útskrifast á Háskólanum á Akureyri. Við höfum komist í gegnum verkefnaskil, prófatarnir og endalausa koffíndrykki og ég held að við séum ágætlega undirbúin fyrir það sem framtíðin ber í skauti sér. Á bakvið hverja gráðu er saga sem er einstök á sinn hátt fyrir hvert og eitt okkar og heilmikil vegferð.
Ég heiti Bergvin Jóhannsson fyrir þá sem ekki þekkja mig og er að útskrifast úr lögreglufræði. Það nám var krefjandi en virkilega skemmtilegt og örugglega ykkar nám fyrir ykkur. Þess vegna er svo mikilvægt að hafa þessa frábæru kennara og starfsfólk háskólans með okkur í þessari vegferð. Þau hafa verið til staðar fyrir okkur, svara spurningum, leiðbeint og líka hvatt okkur áfram. Haldið ró sinni þegar við höfum verið að fara á límingum yfir verkefnum og tímaleysi. Það álag sem gat bæði verið líkamlegt og andlegt er síðan styrkur okkar inn í það sem við erum að fara að taka okkur fyrir hendur í störfum okkar í samfélaginu. Svona nám gerir okkur svo miklu sterkari sem einstaklinga, við vitum betur hvað við höfum fram á að færa og þekkjum okkur sjálf betur. Það að fara í gegnum lögreglufræðina og stunda nám í menntasetri lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu er dýrmæt reynsla. Það er utanumhald, góð kennsla, agi, en líka mikið þolinmæði gagnvart okkur nemendum og vil ég sérstaklega þakka Heiðrúnu fyrir allt sem hún gerði fyrir okkur. Hún er ómetanleg í öllum reddingum og utanumhaldi. En þar sem ég líka verið í starfi hjá lögreglunni með náminu hef ég lært að bak við öll þessi kerfi eru manneskjur. Manneskjur eins og við og það við ykkur öll og ykkar menntun. Við erum mannleg og það farnast okkur vel í framtíðinni í störfum okkar á hinu ýmsu vettvöngum. Að muna að mannleg reisn og virðing eiga alltaf að vera í forgrunni. Við lifum á tímum þar sem samfélagi stendur frammi fyrir margvíslegum áskorunum. Þess vegna tel ég að skipta máli að fólk mennti sig, spyri gagnrýna spurninga og sé tilbúið að taka ábyrgð. Ég er viss að þið kandídatar hér í dag eru sammála mér þegar ég segi takk kennarar sem miðluðu þekkingu ykkar og hvöttu okkur áfram. Takk starfsfólk háskólans sem héldu utan allt sem við tökum oft til sjálfsagðan hlut, en okkur svo mikilvæg í náminu og viðveru okkar hér í skólanum. Síðast en ekki síst, takk til fjölskyldu okkar, vina og samferðafólk sem sýndu okkur skilning í gegnum verkefna, flaum og í prófatíð. Kæru samnemendur, í dag megum við vera stolt af okkur sjálfum, ekki vegna þess að við erum komin á endapunkt, heldur vegna þess að við höfum sýnt að við getum sett okkur markmið og náð þeim. Framtíðin mun ánægja að færa okkur nýjar áskoranir og ef þessi ár hafa kennt okkur eitthvað, þá er það að við getum tekist á við meira en við höldum. Það sem ég hef lært í mínu námi og starfi hjá lögreglunni er að framtíðin verður ekki alltaf fyrirsjáanleg og við mætum áskorunum best saman með þekkingu, fagmennsku og auðvitað smá húmor þegar það á við. Gleðum saman, njótum dagsins í botn og ég vona að verða okkur öllum eftirminnilegur og skemmtilegur. Til hamingju með útskriftina, takk fyrir mig. Hún hefur látið til sín taka á fjölbreyttum vettvangi undanfarin ár, bæði í atvinnulífi, fræðslu og samfélagsumræðu. Sem frumkvöðull, fyrirlesari, þjálfari og hlaðvarpsstjórnandi hefur hún lagt áherslu á að efla fólk til vaxtar og þróunar. Auk þess að byggja upp fyrirtæki og vörumerki af metnaði og framtíðarsýn. Hér er ég að tala Silvíu Brím Friðjónsdóttur, meðstofnanda Steindal ehf. Og fyrrverandi stúdent hér við Háskólann á Akureyri. Hún hefur á ferli sínum sameinað þekkingu á sölu, markaðssetningu og mannlegri þróun og hlotið alþjóðlega viðurkenningu fyrir störf sín sem þjálfari. Jafnframt hefur hún verið öflug rödd í samfélaginu, meðal annars í gegnum fyrirlestra, fjölmiðlaverkefni og hlaðvarpsþáttinn Normið, þar sem hún hefur skapað vettvang fyrir opna umræðu og nýjar fyrirmyndir. Það er því sérstaklega vel við hæfi að hún veiti ykkur, kandídötum, innblástur og heilræði á þessum merku tímamótum í lífi ykkar. Silvía Brím Friðjónsdóttir er heiðursgestur Háskólahátíðar 2026. Kæri rektor, nemendur, aðstandendur og starfsfólk Háskólans á Akureyri, innilega til hamingju með daginn. Ég ætla að fá okkur til að taka hægri hendina og leggja hana, setja hana upp allir, upp með hana, láta hana detta á baki á næsta manni og klappaði vel á baki. Til hamingju.
Það er eitthvað ótrúlega sérstakt að standa með ykkur á þessum tímamótum. Þegar ég var beðin að koma hingað sem heiðursgestur og fékk þar upplýsingar að ég yrði hér bundin við alvarlega pontu og pappír, að ég fengi nú ekki að væflast sviðið eins og ég vön í frjálsu flæði, þá verði ég að viðurkenna að koma ákveðið stress upp. Og stressi spurði, get ég verið þessi alvarlega pontu og pappírskona? Svo fekk ég send myndbönd af fyrir heiðursgestum, einstaklingum sem ég lengi litu upp til og til mikla fyrirmyndir, fólk eins og Bogi Ágústsson og Guðni T.H. Jóhannsson. Og ég hugsaði með mér, vonandi fattar enginn ég á ekki heima hérna. Því sannleikurinn er sá að ég er villtur hestur í grunninn. Hvað á ég við með því? Jú, ég á mjög erfitt með að vera taminn. Ég á erfitt með að labba í taumi sem er stýrt af öðrum. Ég hef alltaf haft sterka þörf til að hlaupa aðeins hinum megin við girðinguna. Prófa eitthvað nýtt, gera hlutina öðruvísi, helst finna upp hjólið, mögulega finna 700 krókaleiðir, henda handbókinni og skyrpa kannski á hana. Þetta er mín svona fáaða leið til að lýsa mér að ég er erfitt með að taka, eða láta segja mig til. Og nútíma íslensku myndi þetta kallast ADHD með DASS af mótþróaröskun. Og lengi vel hélt ég að þetta væri minn helsti galli. Að ég væri í raun of mikið. Of mörg verkefni, of mörg áhugamál, of margar hugmyndir og margar hliðar. Ég fekk það skýrt frá umhverfinu að ég þurfti að fara að velja eitthvað eitt. Að fólk gæti ekki verið svona út allt. Að til þess að ná árangri og vera tekið alvarlega þyrfti það að vera meiri fókus, skýr stefna og helst mjög bein lína. En með tímanum áttaði ég mig á því að það sem ég skammaðist mín hvað mest fyrir varð að lokum einn af mínum stærstu styrkleikum. Því stundum er það einmitt manneskja sem passar ekki fullkomlega inn í kerfið, sem sér möguleika sem aðrir sjá ekki. Og kannski er það einmitt ástæðan fyrir því að það er svona sérstakt að standa hérna. Ekki bara vegna þess að hingað er ég komin sem villtur hestur, heldur líka vegna þess að hluti fjölskyldusögu minnar á rætur hér fyrir norðan. Ég hugsaði mikið til fyrirmynda sem ég á í fjölskyldu minni. Fólk sem átti það sameiginlegt að passa ekki alveg inn í kassan sem samfélagi hafði útbúið fyrir það. Langafi minn Páll Brím var sýslumaður og amtmaður hér á Norðurlandi og var einn af helstu talsmönnum kvenréttinda á Íslandi á sínum tíma. Sem sagt á silvísku rokkstjarna á 19. öld. Árið 1885, allir koma ógeð það? Ég lofa, þetta er ekki að fara að vera sögustund. Hélt hann fyrirlestur og ræðu sem heitir Frelsi og menntun kvenna. Sú ræða er enn í dag talin eitt áhrifamesta framlag til íslenskrar kvennabaráttu á 19. öld. Á Akureyri var síðan nefnd gata eftir honum, Páls Brím gata, og hér stendur stytta af honum í Garðyrkjufélagi Norðurlands. En gatan sjálf er ekki lengur til staðar, sem er kannski falleg áminning það að það er ekki alltaf göturnar og stytturnar sem lifa lengst, heldur hugmyndirnar og kjarkurinn til þess að standa með þeim. Hugmyndin sem hann barðist fyrir var einföld en byltingarkennd, að konur ættu rétt á menntun, rétt á rödd og rétt á því að taka pláss. Og svo stend ég hér, langafi barn, hans í dag, fyrrverandi nemandi í Háskólanum á Akureyri, kona með ADHD, með fleiri hugmyndir hún hefur tíma til að framkvæma. Að tala við hóp fólk sem er stíga sín fyrstu skrefin í framtíðina með eitt öflugasta verkfæri sem til í farteskinu, menntun. Þetta er áminning hvað hugmyndir geta ferðast langt á milli kynslóða. Og hvers vegna það skiptir máli að þora þegar aðrir þegja. Mörgum árum síðar komst langamma mín Doris Brím inn í Oxford, fyrst kvenna, á tíma þar sem það eitt að kona færi í háskóla þótti nærri því ógerlegt. Þegar hún var spurð í inntökuviðtali hvers vegna hún vildi komast inn í skólan, þá segir hún: ég ætla mér að verða fyrsti forsætisráðherra Bretlands og þið viljið geta sagt að hún hafi útskrifast héðan. Þarna er önnur rokkstjarna fædd. Þetta sagði hún á tíma
þar sem verkamannastúlka þegar konur höfðu ekki kosningarétt. Ég hugsa langafa minn og langömmu mína þegar ég stend hér í dag, hversu mikilvægt það er að það sé til fólk sem þorar að hugsa öðruvísi, fólk sem þorar að vera mikið og fólk sem þorar að vera það sjálft. Ég ólst upp við þessar sögur og af fólki í fjölskyldunni og sem breytti samfélaginu. Svo kem ég ADHD-trippi, 30 hugmyndir fyrir hádegi og erfitt með að muna hvar ég setti fram með bíllyklana. Ég hélt lengi að ég væri ekki ein af þeim kláru í fjölskyldunni. Ég var ekki þessi típiski nemandi sem fólk horfði á og hugsaði, já, þarna framtíðarfræðimaður. Mér fannst ég í besta falli vel meðalnemi, en svo kom háskólinn á Akureyri inn í líf mitt og það sem skólinn gaf mér var ekki bara prófgráða. Hann gaf mér sjálfstraust, hann gaf mér verkfæri og hann gaf mér aðferðir. Nei, hann náði ekki alveg að temja mig, en náði að kenna mér að hlaupa í réttar áttir. Háskólinn kenndi mér ekki hvað ég ætti að hugsa, heldur kenndi mér að spyrja betri spurninga. Af hverju, hvaða gögn liggja baki, eru þau áreiðanleg, er þetta besta leiðin og hvað er hægt að gera öðruvísi? Og þegar maður lærir að spyrja svona spurninga, þá verður maður óstöðvandi. Ég hef leitt hugan að því síðustu ár hvernig umræðan um menntun hefur breyst. Til hvers að fara í þetta nám? Er þetta nógu praktískt? Er háskólinn þessi virði? Og ég skil þessar spurningar. En þegar ég fer yfir þær 100 ferilskráir sem berast okkur í fyrirtæki mínu, þá hugsa ég mjög sjaldan fyrst sértæku þekkinguna. Ég hugsa, hvað segir þessi prófgráða þessa manneskju? Hér er manneskja sem mætti aftur og aftur og aftur. Manneskja sem þurfti að skila verkefnum þó lífið væri flókið. Þó hún væri þreytt, mögulega með börn og þó hún væri að vinna með skóla, eða hann. Þó hún vissi ekki hvort hún gæti klára námið og væri nógu góður í því. Þó áfall hafi dunið mögulega á í lokaprófum. Háskólanámið byggir ekki bara upp þekkingu og sannreyndar aðferðir, skólinn byggir upp þrautsegi og þennan gullna þrautsegi vöðva. Námið kennir manni að sitja með óþægindum og takast á við tímapressu. Lesa hluti sem maður skilur ekki alveg strax. Verja skoðanir sínar, taka gagnrýni og halda svo áfram þó þú sért ekki klárasta manneskjan í herberginu. Og fyrir mig, persónulega, skipta það öllu máli. Hingað gekk ég inn og kláraði grunnnám í sálfræði en endaði svo í viðskiptum og fyrirtækjarekstri. Og það fyndna er að ég hef oft sagt að viðskipti séu bara sálfræði í fallegri jakkafötum. Í stað þess að halda áfram að skammast mín fyrir að vera fjölástruð kona með allt of marga bolta á lofti, ákvað ég hætta að berjast gegn eðli mínu og byrja frekar að nýta mér það til fulls. Í dag meðrek ég fyrirtæki sem ég stofnaði og hefur fyrirtækið á ótrúlega skömmum tíma hlotið allar þær viðurkenningar sem hægt er að fá fyrir framúrskarandi árangur í rekstri. Ég hef skrifað handrit fyrir heimildaþætti, stofnað hlaðvarp og ég hef þjálfað hundruð einstakleika bæði börn, fullorðna og stjórnendur. Ég starfaði í markaðsmálum, sölu, þjálfun og fyrirtækjarekstri og við fyrstu sýn virðist þetta kannski allt vera óskyldir hlutir. En fyrir mér eiga þeir allir eitthvað eitt sameiginlegt. Þeir byrja allir á sömu spurningunni. Af hverju? Af hverju hegðar fólk sig eins og það gerir? Af hverju ná sumir hugmyndir flugi en aðrar ekki? Af hverju verða breytingar í samfélaginu? Og af hverju virka sum kerfi betur en önnur? Það sem Háskólinn á Akureyri kenndi mér var ekki bara staðreyndir og kenningar, hann kenndi mér nýjan hugsunarhátt. Ég notaði þessa aðferðafræði þegar ég vann að handriti heimildaþáttanna Systraslagur sem fór í sýningu á RÚV. Ég notaði hana þegar ég aflaði gagna og gekk á fund forsætisráðherra til að knýja fram breytingar varðandi jafnræði í fæðingarorlofskerfinu. Og ég notaði hann í dag þegar ég tók stórar ákvarðanir í rekstri. Þess vegna líti ég ekki á feril minn sem röð á óskyldum verkefnum. Ég líti á hann sem sömu söguna í mismunandi búningi, sömu forvitnina, sömu löngunina til að skilja heiminn aðeins betur. Og eins og þið sjáið er vegurinn minn ekki bein lína. En þegar ég horfi tilbaka og ég sé hann, þá hefur hann alltaf samt verið að stefna í sömu átt. Þegar ég hugsa langafa minn Pál Brím eða langafa mína Dóris, þá sé ég fólk sem fór sinnar eigin leiðir. Pál Brím sem talaði fyrir menntun kvenna þegar slíkar hugmyndir þóttu róttækar. Dóris sem sagði við dómnefnd við Oxford háskóla að hún ætlaði sér að vera fyrsti forsætisráðherra þegar konur hefðu ekki einu sinni kosningarétt. Og svo mig, villta hestinn með ADHD
allt of margar hugmyndir og engan sérstaklega hæfileika í að sitja kyrr eða hlusta á leiðilegar sögur. Þess vegna langar mig að segja eitt við ykkur í dag. Finnið ástríðin ykkar og hvar hún liggur. Þorið að fara eigin leiðir. Heimurinn þarf ekki fleiri útgáfur á sama einstaklingnum. Hann þarf fólk sem þorir að hugsa sjálfstætt, fólk sem þorir að skapa og fólk sem þorir að vera forvitið. Og fólk sem þorir að vera of mikið. Því stundum leynir stærsti styrkleikun akkurat í því þar sem maður reynir að fela lengi. Ég vona að þið takið eitthvað með ykkur hérna í dag. Að heimurinn breytir sjaldnast vegna fólk sem passa fullkomlega inn í kerfið. Og þegar þið gangi hér út í dag, út í næsta kafla lífsins, þá vona ég að þið munið að menntunin sem þið hafið aflað ykkur er ekki bara prófgráða. Hún er verkfæri og ábyrgð. Hún er tákmynd frelsis. Frelsi til að breyta heiminum í kringum ykkur. Hvort sem það verður í litlu samfélagi, á vinnustað, inn á heimili eða alþjóða vettvangi. Sagan kennir okkur líka að framfarir eru ekki sjálfgefnar. Réttindin sem ein kynslóð best fyrir geta orðið brothætt mun hraðar en við viljum trúa að næsta kynslóð þurfa að eiga við og þess vegna er svo mikilvægt að þau verði það. Við lifum á tíma þar sem víða heimum eru réttindi kvenna aftur farin að dragast saman. Konur missa aðgang að sjálfsögðum réttindum yfir eigin líkama. Stúlkur eru enn sviptar rétti til menntunar í sumum ríkjum heims og jafnvel í samfélögum sem telja sig frjáls og opin sjá í bakslagi umræðu, viðhorfum og öryggi. Þess vegna skiptir menntun svo miklu máli. Ekki bara vegna þess að það opnar dyr að starfi, heldur vegna þess að hún opnar dyr að skilningi og hugsjón. Hún kennir okkur að greina upplýsingar frá áróðri, staðreyndir frá skoðunum og ótta frá sannleika. Menntun er ein stærsta vörnin sem lýðræðið á. Og hún er öflugasta leiðin sem við höfum til að byggja réttlátara samfélag fyrir næstu kynslóðir. Innilega til hamingju með daginn ykkar. Ég hlakka til að sjá hvert leiðir ykkar liggja. Og ég hlakka enn meira til að sjá hvað þið munu skapa. Takk fyrir að hlusta á villta hestin sem ég er. Og ég hlakka til að sjá okkur hinum megin við girðinguna. Takk fyrir mig. Þið með fá okkur sætt aftur. En nú einni glæsilegri fyrirmynd, takk Silvía, færum við okkur í það á næstu og það er fyrrum kennarinn minn, mentor og í dag samkennari í fjölmiðlafræðum. Núna er það Sigrún Stefánsdóttir, formaður góðvinna Háskólans á Akureyri. Ég ætla að bjóða þér á svið, gjörðu svo vel, elsku Sigrún. Takk fyrir fallega orð, skúli minn. Ágæti rektor, ágæti kandidatar, heiðursgestur og sviðsforseti. Ég óska ykkur öllum til hamingju með þennan merka áfanga hér í dag. Ég kem hér fyrir hönd góðvina og mig langar til þess að þið verðið öll góðvinir þegar þið farið hérna út. Það er eiginlega tilgangurinn að kynna fyrir ykkur góðvini. Skúli nefndi áðan að hann hefði alist upp í þessum skóla. Ég hef verið alveg upp á Akureyri án þess að vera nokkur háskóli. Og það liður 20 ár frá því að ég lauk stúdentsprófi í MA þangað til að kom háskóli hérna. Þannig ég hafði aldrei neina eiginlega fyrirmynd. Og ég held að sé ótrúlega mikilvægt fyrir þá sem er alast upp í þessum bæ að vita á skólanum, jafnvel þó þau fari ekki í hann. Þannig að maður hafi alast upp í þá hugmynd að það sé hægt að fara í háskólanum. Fyrir mig var það bara dálítið erfitt. Þannig ég er rosalega ánægð. En ég er búin að vera við þennan skóla í aldarfjórðung. Það hljómar alveg hroðalega. Ég byrjaði sem stundakennari og endaði sem stundakennari. En svo er ég líka sem sviðsforseti. Og á þeim tíma, árið 2016 held ég að það hafi verið, þá eitti ég heilu sumri á samt nokkrum góðum mönnum hérna við að sækja lögreglunámið. Og við vorum í baráttu við HÍ. Og ég held að enginn hafi orðið jafn hissa og við sem að sátum í sér nefnd þegar við heyrðum það í útvarpinu að við hefðum fengið námið hingað. Þannig ég er svo stolt til að sé allan þennan flotta hóp sem er að útskrifast.
Í haust þá tók ég að mér að verða formaður stjórnar Góðvina og það eru samtök sem eru fyrir brautskráða nemendur Háskólans á Akureyri og fyrir alla aðra sem vilja styðja skólann. Og mér leiðist að taka við verkefnum og gera ekki neitt, þannig að við höfum verið að spýta í lófana í vetur og koma að stað ýmsum verkefnum til þess að styrkja þessi samtök og gera þau sýnilegri og þá ekki síður en síst að gera þau meira aðlaðandi þannig að komi fleiri í þau. Og í umslögunum ykkar eru lítill miði þar sem eru upplýsingar hvað góðvinni gera og hvernig þið getið skráð ykkur. Háskólinn á Akureyri búinn að vera góðvinnur ykkar, vona ég, síðustu árin og nú það komið að ykkur að verða góðvinnir skólans. Meðal þess sem við höfum verið að gera í vetur að opna húsið undir formerkjunum Opið hús og við viljum tengjast betur nærsamfélaginu hér í bænum, fá fólk sem ekki hefur kannski endilega verið í háskóla að koma hingað og finnast að eiga erindi. Og Skúli var sá sem reið á vaðið með fyrsta fyrirlestur í opnu húsi og var að fjalla netöryggi sem mjög mikilvægt. Við erum líka að gera svolítið það sama og rektor að gera, að fá fyrrum nemendur, ég get nú ekki kalla hann eldri nemenda, en bara fyrrum nemenda, það misnotkun á orðinu, og fá fyrrum nemendur til þess að segja þeirra sögu hvernig það var að vera í skólanum og hvað hefur gerst í framhaldinu. Einn ætlaði að fara í banka, sá sem var með heiðursfyrirlesturinn í gær, hann hélt hann ætlaði að verða bankamaður, en svo var hann bara forstjóri flugfélags, þannig að maður veit aldrei hvað maður verður. Og þessi viðtöl á netinu og fólk að segja frá sinni reynslu, segja frá skemmtilegum kennurum, skrýtnum kennurum og bara alls konar atvikum og hvert hafa farið í kjölfarið. Svo hefur við líka verið að styrkja nemendur sem hafa staðið sig afburðavel í samband við félagslíf og við erum búin að veita 2 heiðursverðlaun fyrir það starf bæði innan nemendafélaga og eins líka nefndum á vegum skólans. En ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég veit að þið eruð að fara út í lífið og hlakkið til að fara að gera eitthvað skemmtilegt og ekki hlusta á langar og leiðilega ræður. En Háskólinn á Akureyri á 40 ára afmæli næsta ári. Og við í stjórnin erum rosalega bjartsýn og erum þegar komin í kapp hvert við annað. Það að safna félögum. Og við settum okkur það markmið að tvöfalda fjölda góðvina fyrir afmælisár skólans að næsta ári 2027. Þannig að ég hvet ykkur eindregið til þess að skrá ykkur og það mjög einfalt fyrir þá sem ekki eru með upplýsingarnar í umslaginu. Þá það bara að fara inn á vef skólans unak.is og finna góðvini og skrá ykkur. Okkur munar hvern og einn. Við fengum smá leikum á það með því að rétt upp annan handlegginn. Ég legg til við réttum báða upp og myndum svona hjarta. Það ekki bara flottur endir á þessu góðvina tali mínu og segið endilega já. Takk kærlega fyrir mig og aftur til hamingju. Já, eitt af mikilvægasta sem ég lærði við þennan skóla var að segja alltaf já við hana Sigrúnu. Þannig að þegar hún segir okkur að gera góðvinir, þá segjum við já. En þetta 9. hópur lögreglumanna sem brautskráist frá Háskólanum á Akureyri. Það hefur árabil verið hefð að nýútskrifaðir lögreglumenn setja upp lögregluhúfu við brautskráningu. Kandidatar í lögreglufræði munu nú, samkvæmt góðum lögreglusið, setja upp lögregluhúfur sínar hér við brautskráningar-athöfnina. Ég vil því biðja Guðmund Ásgeirsson, aðstoðar yfirlögregluþjón hjá Mennta- og starfsþróunarsetri lögreglu, að stýra þeirri athöfn. Að stilla sér þá upp og eins og Silvía sagði áðan þá viljum við öll láta ljós okkar skína og þau eru búin að æfa sig í 2 ára að reyna að ganga í takt og heilsa lögreglusið og nú loka tilraunin að gera það eins og fólk, þannig að gjörið svo vel. Sjáum hvernig gengur. Við erum búin að æfa okkur vel í morgun, þannig að þetta á ekki að klikka.
Haldið rétt. Húfur upp. Höndir kveðju upp. Hönd niður. Nú kemur það erfiða. Hæl snúð. Höndir kveðju upp. Hönd niður. Hæl snúð. Allir hvítt. Smá erfitt að koma eftir svona atriði. Núna alveg að koma þeirri stund sem við höfum öll beðið eftir að við mögum aftur kveikja á farsímónum og kíkja á þessar tilkynningar sem við máttum alveg missa af. En það komið að því að brautskráningu kandidata félagsvísindadeildar og sálfræðideildar nú að ljúka. Við munum gleðjast og taka á móti kandidatum hér í miðborg og ég vil hvetja ykkur til þess að nýta myndabóksinn og sérstaklega fara upp á efri hæðina þar sem myndabóksið dreifa gleðinni á samfélagsmiðlum og nota þá til þess myllumerkið háskólahátíð. En nú göngum við út úr salnum. Fyrst fara lögreglumenn, síðan rektor, heiðursgestur og sviðsforsetar og þar á eftir göngum við út eins og í kirkju, byrjum hér á fremsta bekk og síðan koll af kolli. Ég vek athygli ykkar á því að það voru kandidatar sem völdu sjálfir útgöngulagið. En fyrir hönd Háskólans á Akureyri óska ég kandidatum og fjölskyldum þeirra innilega til hamingju með daginn. Verið sæl.
Einn lokadans, eitt lokalag, einu sinni enn.